Áfram höldum við að fjalla málefni Austurlands hérna í stúdíón okkar í Valaskjálf á Egilsstöðum. Við ætlum að fjalla ferðaþjónustu fyrirtækið Tanna Travel. Díana Mjöll Sveinsdóttir forstjóri, velkomin. Takk fyrir. Þetta fyrirtæki, það kannast nú flestir landsmenn við Tanna Travel líklega. Já, það allavega margir og gaman að, þú veist, þegar við erum á ferðinni að þá hittum við marga sem segja Tanni, já, einmitt, ég veit hvað það er. En svo hvort að fólk veit það hins vegar, þegar öll er á botni kol, það er svo önnur spurning. En svona í mínum huga þá er þetta rútu fyrirtæki. Já, við erum rútu fyrirtæki og erum búin að vera starfandi núna undir nafninu Tanna Travel í 25 ár, 26 ár á þessu ári. Og sinnum sem sagt rútu hópakstri og höfum verið í því aðalega. Núna undanfarin ár höfum við þó verið að byggja upp vörumerki sem við köllum Meet the Locals, þar sem við erum að nota til markaðssetningar erlendis og erum þá að gera ferðir þar sem að fólk kynnist Austurlandi með augum heimamannsins og hittir á heimamenn og svona við reynum að búa til pakka sem að innifela þetta allt saman. Þannig að þið eru líka sem sagt þá bara ferðaskrifstofa? Já, við erum ferðaskrifstofa líka. Og auðvitað byrjum við kannski sem ferðaskrifstofa á sínum tíma því við erum að fara erlendis einu sinni til tvisvar ári með hópa Íslendinga og höfum svo verið að nýta það í að búa til pakka á Austurlandi. En ykkar rútur, hversu stór er flotinn? Við eigum 17 rútur frá 9 sætum og upp í 67 sæti og erum með flestar þarna á bilinu 55 sæta eitthvað svoleiðis sem við erum að nota. Og mest að gera á sumrin? Já, mest að gera á sumrin. Það er bara annað tími hjá okkur eins og öðrum í ferðaþjónustu út á landi allavega. Er það þá sem sagt útlendingar sem að eru ykkar svona aðal viðskiptavinur? Útlendingar eru náttúrulega okkar aðal viðskiptavinir á sumrin. Við erum að sinna skemmtiferðaskipunum að mjög miklu leyti sem koma hérna til Austurlands og bæði á Djúpavog, Seyðisfjörð og Eskifjörð og það eru sjálfsögðu allt útlendingar. En auðvitað er veturinn mest heimamarkaðurinn, bæði fólk á svæðinu, félagasamtök, skólar, hópar sem koma austur á fundi og það er alls konar svona einhverjar hvataferðir eða eitthvað slíkt. En sumrin erum við með útlendinga. En þú segir að farþegar með skemmtiferðaskipum séu svona stór kúnnahópi hjá ykkur. Það er mikið talað núna að það verður hugsanlega einhver samdráttur, en það er ekki samdráttur í skemmtiferðaskipum, þannig að þú kannski hefur engar áhyggjur? Nei, við höfum ekki stórar áhyggjur, en auðvitað þó að sé fjölgun skipa þá vitum við aldrei fyrirfram hve margir bóka, hvað margir koma í land í ferðir. En þetta er allavega, það verður allavega fjölgun í sumar. Við erum að sinna 90 skipum í þessum 3 höfnum í sumar sem er mikil aukning fyrir okkur. Ég held að fyrir 3 eða 4 árum voru skipin á Austurlandi sem við sinndum 30. Þannig að þetta vex hratt. Eru þetta þá svona dagsferðir? Já, þá erum við að fara í dagsferðir, svona heldur styttri ferðir, 3 til kannski 6 tíma. Hvers konar, hvert er farið? Já, við tökum bara Seyðisfjörð því að við erum nú búin að lengst að sinna þeim. Að þá er helstu ferðirnar þaðan er Fljótsdalshringurinn. Síðan var að bætast við hann núna í hittifyrra óbyggðasetrið. Við förum á Borgarfjörð-Eystri, mjög vinsælt og svo niður á Eskifjörð frá Seyðisfirði. Frá Eskifjörði erum við að fara á nærliggjandi firði í Söfnin og nýta þann auð sem við eigum þar, frábær söfn á Austurlandi. Þannig að þetta er svona í bland bæði svona nýja náttúru, skoðun og svo menningin? Já, flestir vilja upplifa náttúruna og allir vilja komast í svona, hvað maður að segja, komast bara nær henni en það er ekki allir sem geta það. Þetta er svona eldri kúnnahópur, ef maður getur sagt sem svo. Þannig að við, eins og til dæmis að fara Fljótsdalshringinn, að það er náttúrulega frábært tækifæri fyrir fólk mjög þægilegur hringur að fara með fólk á öllum aldri. Þú ert nú búin að vera í þessum bransa nokkuð lengi. Hvernig finnst þér ferðaþjónustan hérna fyrir austan hafa þróast? Erum við á réttri leið? Já, við erum á réttri leið, algjörlega. Og
þetta þetta svolítið svona ég ætla ekki að segja að bransinn sé erfiður, en þetta svolítið þegar maður hefur bara 3 mánuði á ári til þess að búa til tekjur til að lifa af 12 mánuði. Það pínu, svona getur verið challenge, sem maður getur sagt eins og ljótt að nota enskt orð, ég man ekki íslenskt orðið. En við erum að standa okkur vel, Austfirðingar, og við erum að ná að vinna vel saman. Við höfum unnið núna síðustu árin uppbyggingu á áfangastaðnum Austurlandi í samvinnu við Austurbrú. Þar hafa margir komið að, bæði íbúar og ferðaþjónustuaðilar, þannig að það mjög skemmtilegt verkefni, mjög þroskandi fyrir alla. Og við erum að ná að lengja ferðatíma, þó að við séum kannski ekki að sjá það í hópunum, að þá til dæmis bara núna þegar ég var að koma keyrandi frá Eskifirði, þá mætti ég einum 4 eða 5 bílaleigubílum, sem fyrir bara 3-4 árum hefði örugglega ekki gerst í febrúar. Þannig að þó að 3-4 bílar hljómi ekki mikið, að þá segir það samt til að það er trafík á þessum tíma árs. Já, hérna í Valaskál þá bara fullt bara í morgunmatnum. Akkurat, ég hef örugglega verið að mæta einhverjum af þeim, sko. Já. Þannig að auðvitað þetta að breytast, og auðvitað líka mikið af ferðamönnunum að koma á bílaleigubílum. Og við sjáum það ekki inni hjá okkur, náttúrulega hjá Tanna, en við finnum samt bara í fyrirspurnum að fólk hefur aukinn áhuga á Austurlandi, aukinn áhuga á landsbyggðinni, vill fara lengra og vera lengur. Allt tekur þetta samt tíma, allt kostar þetta pening, og þannig að kúnninn kannski ekki að koma alveg strax leið og þetta sett á markað. Þetta þessi 3-5 ára þolinmæði sem við þurfum alltaf að hafa þegar eitthvað nýtt sett í gang. Og ég held að við förum alveg að detta í 5 árin. Þannig að ég rosa bjartsýn á að Austurland muni eiga sterk ár framundan. Þannig að þetta kemur allt með kalda vatnið? Já, þetta kemur allt saman. Ég bjartsýn. Gaman að stúsast í þessu? Já, mér finnst þetta æðislegt. Ég náttúrulega ekki gert neitt annað. Ég náttúrulega alin upp bara í rútu og að ferðast landið og hitta fólk. Og þegar ég var að velja mér svona hvað ég ætla að læra, þá kom aldrei annað til greina en að fara að læra tungumál og einhvern veginn stúsast í ferðaþjónustu. Og við höfum verið í þessu saman, fjölskyldan. Það eru mamma og pabbi og það maðurinn minn, og svo eru börnin að koma inn í þetta í sumarstörfum, þannig að þetta ofboðslega gefandi. En það á tímum getur líka verið svolítið skrítið að vera alltaf með fjölskyldunni sinni, en mér finnst þetta skemmtilegt. Ég myndi ekki vilja gera neitt annað. Gaman að fylgjast með þessu. Díana Mjöll, forstjóri Tanna Travel. Takk þér fyrir komuna, og þá þessi þáttur á enda, og við kveðjum héðan frá Valaskjálf á Egilsstöðum.